Þórbergur Þórðarsson, íslenskur aðall. Önnur snælda, fyrri hlið. Þórbergur segir nú frá Jóni Strandfjeld frá Bassastöðum í Steingrímsfirði eða Jóni Bassa sem var meðal farþega á Vestu. Ræddu þeir böl heimsins og fjandskap Guðs við mannkindina lengi dags. Síðar áttu þeir eftir að hittast í Slungaríki á Ísafirði, þar sem Sólon Guðmundsson var gestgjafi. Sólon var hagyrðingur og annálaður verkmaður bæði mikilvirkur og lagvirkur og kallar Þórbergur þessa menn vestfirska aðalsmenn. Þórbergur heldur nú áfram lestrinum. Ég kom til Siglufjarðar þá fyrsta sinn á ævinni, laugardagsmorguninn 6. júlí í norðangolu og kulda. Sveinn og Ingimar héldu áfram með skipunum til Akureyrar og mér hafði ennþá minnistætt hvað mér fannst ég vera umkomulaus og einmana þegar ég bógraðist með farangur minn, einn míns liðs, niður skipstigan á Vestu, luktur á alla vegu af nöktum hamramúrum sem hormyrkvuðu síðustu vonatórur mínar afturhvarf til sólglitaða sumarlandsins í vestrinu. Það var þó allt annað úr fyrstu kynnum mínum á Siglufirði sem skar sig dýpst inn í endurminningu mína. Það var lyktin sem gaus á móti mér þegar ég dróst upp á bryggjuna klukkan 6:30 morguninn, úrvinda af svefnleysi og sönnum lífsviðbjóði. Svona lykt hafði ég aldrei fundið áður. Hverju líkist hún? Vorangan úr ársgömlum kamarforum í Suðursveit var sannkallaður krambúðarilmur hjá þessu. Þessi ísmegilegi óþefur var eins og samgróin gervöllu andrúmslofti bæjarins. Hann lá í hverju sundi, hverri götu, smaug gegnum allar gættir og glugga, læsti sig fastan inn í merg og bein eins og ósýnilegir púkar í ölóðu manni. Og mér fannst það sannast sagt engin smáræðis niðurlæging fyrir eitt lýrist skáld að eiga að fara að taka á móti innblæstri í svona slóðþorpi. En smekkvísinni lærðist fljótt að lítillækka sig fyrir kringumstæðunum. Á Siglufirði var ekkert að gera. Síldin var ennþá ákomin og það var ekkert minnsta útlit fyrir að hún kæmi í bráð. Sumir sem glöggvað skinn þóttust bera á órannsakalega vegi fiskanna voru jafnvel farnir að draga mjög í efa að það aflaðist nokkur síld á Siglufirði það sumar. En ég tók þetta aflaleysi ekki neitt mjög hátíðlega, fann ekki einu sinni til neittnar aðkenningar af samvisku ásökun fyrir að hafa sleppt sæmilega borgari atvinnu vestur í Hrútafirði fyrir þessi umskipti. Ég hitti þarna á eyrinni ýmsa kunningja mína að sunnan með svipaða lífshugsunar og ég. Þeir voru komnir í atvinnuleit eins og ég, ráfuðu húsnæðislausir eins og ég, flestir peningalausir eins og ég og neittu fæðisinnar á pósthúsinu eins og ég fyrir 1 krónu á dag sem alltaf var étin í skuld. Þetta var sannarlega sameiginlegt skipbrot og okkur reyndist furðu auðvelt að bjarga okkur frá því með eins konar lífsbyggilegri samfylkingu gegn öllum hugrenningum þessa heimsgæði. Á daginn spásjunum við með hvít gummihálstau göturnar eða flatmöguðum upp í fjallshlíðinni og mændum á glitrandi skýjaborgir himinsins sem vindar loftsins reistu og lögðu jafnhraðanir rústir þess að byggja aðrar ennþá fegurri. Á næturnar héldum við til uppi á Pakkhúslofti einhvers staðar niðri við höfnina þar sem ilmur dagana var ógleymanlegastur og rifumst Einar Benediktsson og Guð. Nokkrum dögum eftir komuna til Siglufjarðar hitti Þórbergur 2 félaga sína sem þar voru komnir í atvinnuleit eins og hann. Það voru þeir Þorleifur Gunnarsson, síðar bókbandsmeistari, og Gunnar Espólín Benediktsson, síðar lögfræðingur. Og enn bættust við aðkomumenn.
Einn dag, sem var öðruvísi en allir aðrir dagar á Siglufirði, flaug sú frétt til okkar Sunnlendingana eins og hvítasunnu þytur að Sveinn skáld Jónsson og Stefán nokkur á Hvítadal væru nýkomnir til bæjarins. Sveinn var þá orðinn víðkunnur sem lýriskur snillingur og efnilegasta skáld menntaskólans. Hann hafði farið af Vestu á Hjalteyri, dvaldist þar þessa daga sem gestvinur gamals Skutulsbróður Haralds Müllers verslunarmanns. Stefán þessi frá Hvítadal var hins vegar öllum ókunnur það niðra. En okkur fannst einhver annarlegur ljómi standa kenninafni hans. Svo við vorum sannfærðir að þetta hlyti að vera óvenjulega merkileg persóna. Sumir giskuð á að það væri hestakaupmaður frá Sölnir. Einhverjir þóttust hafa heyrt að það væri samviskulaus rukkari úr Reykjavík og ætlaði að taka lögtak fyrir ýmsar stofnanir við Eyjafjörð og Sigló síldaveiðatímann og þar á meðal pósthúsið. En flestir álitu að kenninafn hans væri táknrænt og hann væri erindreki einhverjar nýrrar trúarvakningar, endurfæddur maður sem hefði hvítþvegið eitthvað í einhverju. Daginn eftir lá ég uppi á pakkhúsloftinu og las Viktoríu eftir Knút Hamsun. Þá kemur einhver þrammandi með þau boð upp til mín að hann Stefán skáld frá Hvítadal sé hér úti og langi til að sjá mig. Nú, það er þá einn af þessum, hugsaði ég. Hann hefur auðvitað lesið nótt. Legg fram í bókina og geng niður. Fyrir utan dyrnar stóðu nokkrir félagar mínir og hjá þeim ókunnur maður, hárvexti, aðeins eldri en ég. Lítið eitt lotin í herðum, með boginn nef og grá augu einkennilega starandi. Útstandandi neðrivör, fremur hátt enni, afturdregið og kaffþykkt hár ljósleitt. Kúptar neglur með svörtum röndum undir. Hann var haltur og studdist fram á grátt stafprigg. Við vorum kynntir. Það er Stefán skáld frá Hvítadal og þetta er Þórbergur Þórðarson sem orti kvæði Nótt í Ísafold. Stefán starði á mig eins og ég hefði ort kvæði sem gert hefði lukku. Við urðum dús. Hvaðan kemur þú, spyr ég skáldið, og ég kem nú bara frá Hjalteyri. Ætlaði að vera þar í sumar? Já, ég býst við því. Þú ætlar kannski að vera þar til að yrkja. Nei, svo mikill maður er maður nú ekki. Kannski þú ætlir að vera í síld. Ó, ekki er það nú heldur meiningin. Ég er að hugsa að taka þar myndir. Ég er að bíða eftir plötunum að sunnan. Þú átt gott, hugsaði ég. Viltu ekki koma upp? Ég er að lesa Viktoríu. Svo steðjaði öll hersingin upp pakkhúsloftið og þegar allir voru sestir flötum beinum á gólfið, hóf Stefán upp lífsglaða frásögn af merkilegum myndasmið. Hann hafði ferðast margar sveitir og tekið ljósmyndir af fjölda fólks og látið alla borga helminginn fyrirfram. Og fólk var svo áfjáð í að fá af sér myndir að sumir litu taka 3 plötur og borguðu allar að helmingi fyrirfram. Síðan hélt myndasmiðurinn heim til sín til þess að framkalla myndirnar. Og fólkið heim í sveitunum var alltaf að hlakka til og það var að segja sín á milli hvernig skyldi nú myndin verða mér. En svo fór því að þykja framköllunum ganga nokkuð seinlega. Enda hafi smiðnum láðst að láta plötur í vélina áður en að smelti af.
en að þénaði á þessu drjúgan skilding. Þetta fannst okkur öfundsverður myndasmiður. Já, það óþarfi að vera alltaf skítblankur ef maður bara þekkir nógu vel á fólkið. Kvöldið rerum við okkur til skemmtunar til þess að sjá hvað veri hinum megin fjarðarins, en það var þá ekkert hinum megin. Þetta var föstudaginn 12. júlí að hallandi degi. Þennan dag tókst með okkur Stefáni kunningsskapur sem síðan hélst lágþráða lítið meðan báðir lifðu. Eftir að Sveinn og Stefán bættust í hópinn, fékk félagsskapur okkar en þá skáldlegri blæ. Við reikuðum frá morgni til kvölds, fram og aftur göturnar, í lýriskri vímu, ræddum á kvenlegri viðkvæmni, skáldskap og snillinga og höfðum yfir grátklökkun tón, vísur og kvæði. Sveinn flutti með skrollandi hátíleik, nokkur skerandi sorgarljóð týndar ástir og glatað líf og skinið þáttar hallir bak við roða skýjana. Ég endurgalt honum með hástemdum skammarbrag sem ég hafði sett saman vonda herkellingu kurði við fótskurinn sylla, snéris fér svo til drottins og var þá að hálfu verra helvítisbarni eins og venjulega þegar fólk tekur upp á að snúast á þá hliðina. Stefán fór með 3 kvæði síðan kom í söngum förumannsins. Það var Vossól, Skuggabjörg og Ég vil burt. 2 hins síðari lærði ég þá og hef kunnað þau síðan. En öðru hverju dumpuðum við ofan á þessum skáldlegu hæðum niður í veröld hins fúla veruleika. Og þar var alltaf sama kreppan, sama storknaða vonleysið í sálum fólksins. Nossararnir sem Siglufjörður átti þá, alla lífsgleði sína undir, voru ekki ennþá komnir. Síldin virtist enga meðöngun ætla að hafa með atvinnuleysi mannanna. Við vorum meira að segja farnir að verða úrkula vonarum að það væri nokkurra miskunnar að vænta, það sem eftir væri sumarsins. Og viðskipti okkar við pósthúsið voru engin lífrík. En þessar mundir fór að berast fréttir af síldarafla inn í Eyjafirði. Þær kveiktu í okkur löngun að komast burt til Akureyrar. En hvernig áttum við að komast? Flestir okkar áttu ekki grænan eyrir fyrir tóbakslaufi, hvað þá fyrir fari alla leið til Akureyrar. Þetta var kreppa sem okkar skáldlegu heilum fannst ekki tiltakanlega auðvelt að ráða fram úr. Einn dag fréttum við á skotspónum að mótorbáturinn Sigmundur Brestisson færi næsta morgun til Akureyrar. Sýndist nú öllum eitt það að með honum yrðum við að komast hvað sem það kostaði. Við skutum á ráðstefnu og veltum málinu fyrir okkur frá öllum hugsanlegum sjónarmiðum. Og þegar öllum sýndist vonlaust nokkur úrræði kom lausnin loksins yfir okkur eins og ómótmælanleg opinberun. Það var ekki farið fram hjá smekk okkar á mælt mál að Stefán var ákaflega leikinn í að koma lipurlega fyrir sig orði. Okkur lék líka nokkur grunur á að hann væri ekki ævinlega sér til skaða, bundinn af teprulegum siðahugmyndum að því snertir innihald ræðunnar. Og við hefum nokkrum sinnum verið heyrnar og sjónarvottar að því að hann átti ekki til þann veikleika sem annars gamall þrælkunararfur í fari margra Íslendinga að kunna blygða sín fyrir heldri mannum. Hann var nógu mikill aristókratísir til að vera ekki snobb. Hann breyttist ekki þó að hann kæmi inn á stóra kontóra, sagði einn einlægur aðdáandi hans sem hafði fylgt honum á marga kontóra. Það var því niðurstaða ráðstefnunnar
að skora á Stefán að fara á fund Ingvars Guðjónssonar, kapteins á Sigmundi og biðja hann að flytja okkur alla ókeypis inn í Eyjafjörð, 2 á Hjalteyri, hina til Akureyrar. Okkur fannst þetta að vísu fádæma bíræðin frekja. Við dauðskömmuðumst okkar. En hvað áttum við að gera? Við vissum að Stefán var svona viðvik, aðeins léttur leikur. Hann gekk óblauður fyrir kafteininn og út við okkur öllum farið, já, hvílíkur maður. Sól hins síðasta lyriska dags var gengin undir Vesturfjöllin. Fyrir dauðans dyrum. Það var mánudaginn 15. júlí, klukkan 11:30 fyrir hádegi, að við lögðum á stað frá Siglufirði án þess að gefa okkur tíma til að kveðja á pósthúsinu. Það var þykkt loft og þungbúið með vestan kuli og slökkvandi rigningu fram til miðmunda. Síðan þurrt. Úti fyrir var sígandi undiralda, biksvartur rökkvi úti við sjóndeildarhringinn og skuggalegt að litast á hafinu. Nú kvað við annar lífstón en á götunum á Siglufirði. Félagar mínir urðu ákaflega sjóveikir og var allt háttalag þeirra hið umkunnarlegasta. Þeir hnipruðu sig rænu litlir inn í fatalausa kojukrubbur niður í skítugri og kolsýrustængri lúkarsholu og voru nú ekki neitt skáldlegir lengur. En hvenar sem af þeim bráði þyngstu þrautirnar, tóku þeir að muðurla ofan í sig uppþotnaða rúgbrauðsmola sem einhverjir sjóarar höfðu endur fyrir löngu skilið eftir á víð og dreif í óhreinum kojunum. Ég sat á lúkarsbekknum bakborðsmegin og reri mér upp í lýrisk heimspekilegan galgopaskap, söng gamlar sjómannavísur og braut heilanum það hvað yrði af sálinni í mönnum þegar þeir yrðu sjóveikir. Úti fyrir nesinu milli Siglufjarðar og Héðinsfjarðar, stundarleið frá landi, veit enginn fyrir til en fuðrandi eldblossi gýs skyndilega upp úr bátkrílinu í námunda við Reykháfinn og samstundis stendur mótorinn stopp. Þetta var ekki laust við að vera dálítið óhlægilegt, kannski lítið alvarlegt. Engin grátur eður kveinan kom þá upp á skipinu við þetta tilfelli, enda höfðum við félagar enga hugmynd skelfingu augnabliksins fyrir en þeir þar aftur á voru búnir að ráða niðurlögum eldsins með sjóaustri. Það tók nokkur tíma að koma mótornum aftur á stað og eftir þetta var hann að smá stansa það sem eftir var leiðarinnar. Ferðin til Eyjafjarðar sóttist í ákaflega seint en hungur, kuldi og vesaldómur svarf æ fastar að okkur í lúkarnum. Sveinn og Stefán fór í land á Hjalteyri. Við lentum þar að bryggju sem stóð hátt upp úr sjó og var óþjál uppkomin. Þegar Stefán var að rétta úr sér upp á bryggjubrúninni, riðar hann við og var í þann veginn að sveiflast aftur yfir sig niður í hyldýpið. Sveinn var komin upp á bryggjuna á undan, bregður skjótt við, þrífur í herðarnar á Stefán og segir: "Hvað er þetta? Mannanskoti, ætlar að drepa þig?" Svona gátu viðskipti okkar stundum fengið allt í einu nokkuð óskáldlegan tón. En ekki þykir mér ósennilegt að með þessu eina handtaki hafi Sveinn bjargað frá drukknun hreinræktuðustu lýrik íslenskrar tungu á síðasta aldarfjórðungi. Sigmundur Brestisson skilaði okkur hinum að bryggja á Akureyri klukkan 8 kvöldið. Við baðstofu félagarnir, Þollleifur, Gunnar og ég,
Massíriðum með pjöngur okkar rakleitt inn á fínasta hótel bæjarins. Það hét Hótel Akureyri og stóð undir snotri brekku innarlega í kaupstaðnum. Þvílíkar vistarverur höfðu við aldrei áður séð. Stórar og bjartar stofur, rautt pluss, hvítklæddar þjónustumeyjar, grænar brekkur í baksýn. Við tókum 2 samlíkjandi stofur til íbúðar. Þorleifur og Gunnar skyldu sofa í tvíbreiðu rúmi í annarri, ég í einsmannsrúmi í hinni. Svo fórum við að hátta. En þá fannst hverjum annan hann vera svo skemmtilegur að við gátum við öngu móti slitið andlega samfélaginu. Við opnuðum því dyrnar á milli herbergjanna og færðum rúmin sitt hvoru megin við dyragáttina þannig að höfðalagin sneru saman. Ég innleiddi skemmtunina með ævisögu Jóns Strandfjalls og þegar meðgöngu hjarta míns var komin í venjulegan algleyming út af ástarólunni Jóns, hreytir Þorleifur fram úr sér í efnislegum ögrandi tón. Þetta þó líkt sjálfu þér. Nú, á hvernig átti þetta líkt mér? Það sami lágleysiskapurinn og hans skotan stöðunarleysið að geta aldrei fessið við neitt ærlegt verk. Ég skil nú ekki svona. Það gerir ekkert til. Hann skilur það í fyrramálið þegar hann á að fara að borga hótelstjóranum næturgreiðan, grípur Gunnar fram í. Já, með hverju ætlaðu að borga? Það kemur ykkur ekkert við. Nú það skrítið, ef það kemur okkur ekki við. Skilurðu það ekki að ef þú getur ekki borgað, þá það allur næturgreiðin heimtaður af okkur Gunnari. Ég ábyrgist mínar skuldir. Hvern andskotan ætlar þú ábyrgist? Skítblankur helvíti strullusokkur. Já, með hverju ætlaðu að borga? Auðvitað með peningum. Með hvaða andskotans peningum? Mér dettur ekki í hug að fara að útlista það fyrir ykkur hérna. Þið byrjuð hvort sem ekkert skyn á hugsanir skáldanna. Hvaða vit hafið þið á lýrik? Þið þekkir ekki einu sinni Stuðla og höfuðstafi. Þú ert meiri djöfulsins ráðleysingin. Að rífa þig upp úr velborgaðri vegavinnu og álpa svo hingað út í algerða óvissu. Finnst þér þetta vera lýrik? Heldurðu kannski að þú getur borgað fyrir þig hérna með Stuðlum og höfuðstöfum? Já, þvílíkur drottins fárálingur. Og éta svo eins og greifi á pósthúsinu fyrir krón á dag og hafa svo sennilega enga mandáð sér til að útvega sér neitt að gera í allt sumar. Það verður gaman að sjá hvernig hann ætlar sér að koma suður. Kannski hann ætli að skálda sig til Reykjavíkur á lýrik eða að sigla á þessari unnustu skilsinni vestur í Hrútafirði. Og hann hefur aldrei mandáð í sér til að komast upp á hana. Ég hef aldrei þekkt annan eins auðnuleysingja. Það von að þú yrkir þitt ráðleysisæði og lánstóla líf ræfillin. Við látum spursmálslaust setja hann í skuldafangelsi ef hann verður ekki búinn að borga næturgreiðan fyrir sólarlag á morgun. Þannig jökust þessar viðræður orð af orði eins og andlega bræðralag stappaði nærri blóðuga handalögmáli. Mig dauðiðraði eftir að hafa farið að brjóta upp á þessu ógæfu umræðefni. Ég reis snemma úr rekkju morguninn, klæddi mig í fússi, þreif göngustafinn minn og reiddi hann á loft þrumandi framan í herjasóvinnina. Ég tala aldrei við ykkur framar, aldrei nokkun tíma framar í lífinu. Þið eru þau óskáldlegustu naut sem ég hef nokkuð tíma þekkt. Þið skiljið ekki sálir skáldanna. Þið báttum hvorki upp í niður í þjáningum snillingana.
og þið hafið ekkert vit á skáldskap. Berið ekki meiri skimbrað á lyrik en hundur og köttur. Svo flýtti ég mér burt af hótelinu og rölti út og inn bæinn til þess að leita mér að einhverju að gera. En ég hafði ekki lengi leitað þegar ég skildi það með öllum líkamannum, hvernig nú var komið fyrir mér. Ég hef hvergi neitt að gera, þó að ég leitaði andvarpandi frá einum atvinnureikandanum til annars. Ég átt engan eyri fyrir mat, engan skilding fyrir afdripi yfir höfuðið á mér og að slá, jafnvel 25 aura á þessum árum, til þess þurfti bæði karlmennsku og lánstraust. Ég var hér algerlega framandi, þekkti enga lifandi veru í öllum þessum bæ, aðra en þorparana sem höfðu skaðað mig í orðum. Ég svalt heilu hungri allan daginn og skammaðist mín fyrir að vera til. Þetta var heimur veruleikans. Þetta var hinn skothendi leirburður hagnýtalífsins. Eftir vonlausar bómfarir fram á hvert síldarplan og hverja einustu bryggju ráfaði ég langt út í móa og faldi þar eymd mína niðri á milli þúfna, dró hárbeittan sjálfskeiðing upp úr vasanum mínum og lagði hann opinn við hliðina á mér. Ef mér skyldi ekki takast að gleyma þessari döpru veröld daglegs brauðs með því að sökkva mig niður í Viktoríu. Undir kvöldið stakk ég hnífnum aftur á mig og skenglaðis örmagna inn í bæinn. Þá mér einhvers staðar sagt að Sveinn og Stefán séu komnir til bæjarins og nú standi til að hafa ofurlitla upplyftingu á Hótel Oddir í kvöld. Ég þangað, svo hófst gleðin. Eftir nokkur staup voru allar áhyggjur lífsins þurrkaðar burt. Hungrið virtist bara hafa verið sjúkleg meðloka frá rangsnúnu innræti. Nú brosti heimurinn aftur við mér eins og hennum gómsætu dögum saðninganna, glitrandi af fögrum fyrirheitum nóga atvinnu og reiðilega borga kaup. Hvílík veröld. Klukkan 9 var hófinu slitið og við segum smátt og smátt aftur niður í tilveru hinna 5 skilningarvita. Þá stén ég því upp við Stefán að undir niðri sé ég nú skrandi illa á mig komin. Ég hef ekki bragðað mat síðan klukkan 8 í gærkvöldi og ég hef hvergi þak yfir höfuðið í nótt. Stefán hélt að það var ekki mikill vandi að bæta úr slíku smámunum. Ég skyldi bara koma með honum út og Hjaltir í kvöld og fá þar að éta og vera svo hjá honum í nótt. Hann ætti vel á nógu mat og legði stofu með nýtísku þægindum. Ég gæti riðið hestinum sem Sveinn hefði komið á því að hann fær ekki út eftir aftur. Ég sá ekki neitt annað úrræði en að taka þessu boði þakksamlega þó að mín heimspekilega náttúra hefði einhvern óljósan grunum að það kynni að setja dálítið óviðkunnanlega blett á ísdómsfulla innréttingu alviskunnar í heiminum að fara 50 kílómetra leið eftir einni máltíð og 7 stunda næturstað úr því að hótelið sem við vorum á væri sneisa fullt af allskyns kræsingum og uppbúnum rúmum með mjallahvítum sparlökum. En þetta voru viðskiptavenjur þeirra tíma. Laust eftir 9 héldum við 2 af stað frá Hótel Oddeyri. Í blæjalogni undir heiðum júlíhimni riðum við út með Eyjafirði, ölvaðir af vallendisangan hinnar ilmandi nætur. Svo fórum við með vísur og kvæðaflokka og rifjuðum upp gullin ævintýri liðina daga. Við vorum aftur frelsaðir úr veröld daglegs brauðs, en þá orðnir arftakar í ríki hinna andlegu heima.
En þessi frelsun endaði með nýjum fjötrum eins og allar aðrar frelsanir. Þegar við komum út á Hjalteyri var fólk gengið þar til náða og ég mátti þreyja eftir máltíðinni allir fram á hádegi daginn eftir. Þá hafði ég ekki smakkað mat í 40 klukkustundir. Slíkir atburður fóru ekki þegjandi fram hjá meltingarfærunum á þeim aldri og í þessum kringustæðum. Klukkan 4 kvaddi ég Stefán, mettur og endurnærður, og að skilnaði leysti hans höfðinglega fátækt mig út með nægum tóbaksforða og eldspýtum til næstu daga. Svo hóf ég mína einmannalegu för fótgangandi inn á Akureyri 5 tíma gang. Raddir náttúrunnar sitluðu nú aftur gegnum minn sadda líkama eins og ferskur bönulækur og ég söng siðbætandi kvæði fagrar fífilbrekkur, heiðbláa himna og drifhvít skip sem skunduðu vængjuðum húnum yfir óravíð höf. Nóttina fékk ég að liggja á gólfi í Gúanóverksmiðju út í Krossanesbót. Daginn eftir ranglaði ég á Akureyri milli atvinnurekendanna og tugði upp endurminningarnar frá sæningunni á Hjalteyri. Svaf aftur á gólfinu í Gúanóverksmiðjunni. Næsta dag komst ég í síldarvinnu á bryggjunni hjá Otto Tuliniesi. Þeir Þorleifur og Gunnar réðust í vinnu á Krossanesi við Eyjafjörð. Þorleifur við að mála tunnur, en Gunnar var tekinn gildur sem snikkari. Nokkru seinna fengu þeir starf á Torfunefsbryggju hjá Thor Jensen og sonum hans. Þórbergur var í húsnæðiskröggum, en var þá svo heppinn að ungur maður vék sér að honum og bauðst til að hýsa hann. Það var Tryggvi Sveinbjarnarson, leikskáld, sem þá kallaði sig Tryggva Svörfuð. Hann var góðlyndur maður og snyrtilegur, bar lonjettur og hafði glæsilega framkomu. Tryggvi átti til að fá einhvers konar ofurmennisköst, sem Þórbergur kallar svo, og birtust þau í ógurlegum hláturskrampa, öskri, grenji og skrækjum. Og sumir minni spámenn fóru að herma þetta eftir Tryggva. Andi tímans var rómantískur og tilfinningasamur og fullur af heimshrigð. Sveinn Jónsson gekk manna lengst í þessa átt, svo sumum þótti nóg um. Það segir Þórbergur. Það væri sannarlega rangt mat á samtíð Sveins að brennamerkja hann einan með því sálarástandi sem setti megin svipinn á kveðskap hans. Það var einmitt lífstótt þessara tíma að ungir menn gengu með sundur flakandi hjarta af ólæknandi heimshrigð. Þeir áttu ekki að koma auga á neyti skynsamlegan tilgang í lífinu. Þeir áttu ekki að finna neina huggun í andstreyminu og umfram allt áttu þeir ekki að hafa neina von við aðkomu dauðans. Ef hinn óskiljanlegi táradalur lagði þeim ekki nægilegan forða af hrygðarefnum upp í hendur, tóku þeir hreinlega til sinna ráða og skópu sér sjálfur heilan heim, fullan af ósigrandi þjáningum. Það var fallegt að þjást. Það var fínna að ganga með samanbitinn heimshrigðarsvip á andlitinu en að gapa af lífsgleði. Hrigð og bölsýni báru vitni djúpt sálarlíf, miklar gáfur, umhyggju fyrir velferð mannanna. Og það var svipunautt í þjáningunni og að standa yfir moldum framliðins vina síns sem maður var sannfærður að lifði ekki eftir dauðann. Skildi aðeins eftir nokkrar hugljúfar minningar í ljósastyrku heimilisins. Glaðlyndi var þar á móti heimskulegt. Það vitnaði sljóar tilfinningar og grunfært hugarfar.
Það sýndi léttúð, skort á ábyrgðartilfinningu og þykkskynungshátt í garð hinna fíngerðari eðlisþátta lífsins. Hundarnir voru glaðlyndir. Sókrates þjáðist. Allir miklir menn höfðu þjáðst óskaplega. Dante píndist alla ævi út á stúlku sem hann sá eitt sem bregða fyrir á fjölfarnu stræti. Nietzsche var geðveikur af því að hugsa velferð mannkynsins. Jónas Hallgrímsson var þrúaður af ævilangri lífsorg vegna þess að grimmar nornir meinuðu honum að njóta elskunar sinnar. Kristján Jónsson drakk sig í hel af því að hann aldrei tilgang lífsins. Þetta voru allt yndislegir menn, gáfuðustu snillingar heimsins og þeir voru fyrirmyndin sem flest uppvaxandi séni kepptust eftir að líkjast á fyrstu 15 árum aldarinnar. Kvæði Sveins Jónssonar eru túlkun þessa tíðaranda. Þau eru aðeins stækkuð endurspeglun þess mats sem mikill hluti af samtíð hans lagði á lífið og manngildið. 22. júlí flutti Þórbergur í Íslandsbankahúsið á Akureyri þar sem Gunnar vinur hans hafði herbergi á leigu. Hann segir frá hve brösuglega þeim gekk að þrífa húsnæðið og víkur svo að þeirri nauðsynni að reykja pípu og heldur nú áfram sögunni. Nú hófust aftur heiðir dagar hinna rómantísku drauma. Á kvöldin eftir vinnu sveimiðu við uppábúnir götur bæjarins með fossandi úthellingu okkar lýrisku krafta, ýmist uppsperrtir af skáldlegum eldmóði eða tröllpyndir undir krossi glatas lífs. Og eitt brumað ágústkvöld var stórkostlegt ball í Gúteflarahúsinu. Við þangað með gulgræna gúmmíflibba og gúmmímannsjettur með gljáandi látursnöppum sem við létum standa framundan veltum sifjótt ermum. En við horfðum bara á úr hornum og gættum, gerðum okkur heiðarlega í andlitinu og gengur hreinlífum skrefum framhjá bungandi peysum með hvítri refu framan á og leyndardómsríkum silkiforklæðum sem töluðu fegursta tungumál heimsins. En við erum trúlofaðir. Við erum ekki þau svín að bregðast litlum saklausum ástmeyjum sem nú blunda öruggar í drífhvítu líni, í ilmandi skrauti skýrlifra sveita fjalla. Þetta voru miklu andringar í fyllirí en það gerast hjá ungu fólki nú á tímum, enda önnur kynslóð sem lyfti staupunum. Við vorum aldrei blasiraðir, aldrei innantómir, aldrei í vandræðum með umræðuefni. Okkur lá alltaf eitthvað mikilfenglegt á hjarta. Fyrir hverjum andartaki lá urmull óleystra viðfangsefna, aragrúi, óráðinna gátna sem við brunnum af löngun til að finna einhvern botn í. Og við þreyttumst aldrei á að brjóta heilan leyndardóma þessara ónumdu heima. Það þurfti ekki að byggja yfir okkur skólasel út í fáránlegum óbyggðum eða skondra okkur niður regjum fjöll á skíðum til þess að kjassa okkur til að hugsa svo að við yrðum ekki að skepnum. En það gat stundum komið fyrir að samkvæmi okkar leystust upp í hrottalega skammir, jafnvel smá í stangl, ef ræðan hélt sér ekki á honum þröngva vegi fullkomnasta hlutleysis. Og sumum okkar lá ýmislegt annað meira í augum uppi en hlutlausar orðræður. Einhver var Stefán nokkuð hneigður til samanburðar sýnilegra hluta.
Þó kom aldrei fram í fari okkar önnur eins persónuleg grimmd, þvílíkt djöfurlæði eins og sjá má og heyra til ýmsra ungra Reykvíkinga á nútímum. Við vorum kannski lagar klæddir, en við áttum meira af siðmenningu hjartans, að ungir menn æptu hysterískum ókvæðisorðum af fólki á götu fyrir pólitískar skoðanir, að þeir hótuðu að misramönnum fyrir fylgi við andstæðan stjórnmálaflokk, að þeir heyrðust bansyngja, svertingja og bölva gyðingum í sand og ösku. Svo hrakleg heimska þekktist ekki hér á landi fyrir hinn uppvaksandi kynslóð hafði mist hæfileikana til að hugsa með heilanum. Tíðast gættu við þess, eins og að meðfættri náttúruhvöt, að tala með tilhlýðilegri virðingu gáfnafar og skálskap hvers annars. Það gerði minna til móralinn. Jafnvel hólegt hól siðferðisþroska einhvers okkar gat orðið álíka örlagaþrungið og lastið vitsmunina. Það gaf við ófyrirgefanleg móðgun að segja við einhvern í hópnum að hann væri áreiðanlegur eða hreinskilinn þótt hann væri hortveggja. Þó var svo verðugt hól sjaldan orsök fjandskapar ef bætt var við og þú ert mikið skáld eða og þú ert helvíti gáfaður djöfull. Það var einmitt lífskoðun þessara tíma að sniðug óheilindi, slungin varmennsku og stórbrotið svall væri útsláttur frá andríki og undragáfun. En að vera frómur og ráðvandur til orðs og æðis, slíkt þótti fremur smáskýtlegt og var talið bera vitni om nokkuð trega hreyfingu á heilasalunum. Gáfur voru fyrir öllu öðru og þær þóttu að sama skapi glæsilegri sem þeim var kænlega beitt í þjónustu hins illa. Enda fékk maður sitt hvað að heyra á bak þetta sumar þessa frómu bjálfa í hópnum. Siðferðilegar hugsjónir okkar voru stórbrotnir spekingar sem gátu snúið hverjum lagabókstaf upp í lögleysu, seldu útlendum einfeldningum norðurljós og jarðskjálfta, dýrum dómum og ortu ódauðleg meistaraverk emjandi í spýju sinni.